fara yfir með ykkur víddir, hvernig getum unnið með þær. Víddir í rauninni, fara yfir Altec vídd 1 og Altec vídd 2, aðeins að kíkja greiningu aðalbókar sem að flokkast eftir Altecum víddum og stofna nýja deild og þrepa víddargildi þar. Og afmarka í bókhaldslykli til dæmis eftir víddum og fjárhagshreyfingum og svo aðeins að fara í notendasniðmátt, hvernig við afmörkum á víddir. Altec vídd 1 í raun það sem bara við þekkjum sem málaflokkur og deild og Altec vídd 2 eru verkefni. Og ég ætla aðeins að fara núna inn í NAV og sýna ykkur í greiningu aðalbókar eftir Altecum víddum. Mynda hérna yfirlit og þá hérna í búið að velja Alteca vídd 1 eða 2. 1 þó sam og deildir og 2 eru verkefni. Ég vel hérna bara eina deild. Svo náttúrulega hægt að velja kannski málaflokk 0400 til 0499 eða sleppa alveg og þá kemur allt. Og hér erum við komin með Alteca vídd. Ég ætla ekkert að fara nánar í þessa bók, það til mjög gott örnámskeið sem heitir greining aðalbókar eftir Altecum víddum sem að skýrir vel út hvernig þessi aðalbók vinnur. Og svo getum við tekið hérna á 2, þá erum við til dæmis með verkefni. Stíðan bara inn númer á verkefni, maður getur gert verkefni frá og til, valið einstök númer. Og þá erum við hérna komið með, og þetta á þetta verkefni bókað á þessa 1 og 2 lykla. Svo ætla ég að stofna nýja deild og að hverju þarf að huga þegar við stofnum nýja deildina af þessu. Það gert hérna undir sveitarstjóra og uppsetning, sveitarstjóri uppsetning og deildir. Þá gerum við bara nýtt og ég ætla bara að stofna hérna 0203 og heitið á deildinni og málaflokkurinn þá 0200 og þetta rekstrarreikningur. Hér þarf að passa að breyta í deild. Hérna víddarkódinn kemur sjálfkrafa sem 02 og það A-hluti. Það spurning, oftast hann bara A og B-hluti. Ef þetta væri vatnsveita, þá þetta B-hluti. Og svo þarf að passa að fylla inn í þetta hérna dimmfilter og það sama númer og númerið á deildinni. Þetta hérna, ef við verum að taka út skýrslur eins og greiningu aðalbókar eftir Altecum víddum, þá verður þetta að vera svo deildin komið með. Þá erum við komin hérna með nýja deild, en það ekki alveg allt búið. Við þurfum að fara í víddir sem hérna 2 ofar og málaflokkur og deild. Undir færsluleit og víddargildi og við þurfum að fara í aðgerðir og þrepa víddargildi. Sjáum hérna þetta svolítið hérna fyrir framann. Þetta getur líka haft áhrif að það skila sér ekki á rétta staði í skýrslum að þetta hafi ekki verið gert. Hér erum við með nokkrar víddir. Þá erum við með A-B-hluta. Þá þetta semst bara hvort við séum með A eða B-hluta. Málaflokkinn. Svo málaflokkur og deild. Verkefnin og viðskiptareikningar síðan ein vídd.
notanda sniðmátt. Við getum sett afmarkanir á notendur. Þá förum við í notanda upplýsingar. Og við eigum hér eitthvað sem heitir Væs notanda forsnið. Við getum verið með mörg forsnið. Ég ætla fara inn í þá töflu. Hér ég til dæmis með admin, það svona þá bara aðgangur að öllu. Hér með sem heitir grunnskóli. Það var afmörkun á vídd 1 04211. Þá sér þessi notandi bara þessa deild. Ef hann að taka út aðalbók eða einhverja skýrslur. Gætum við verið með eins og höfninni. Þetta verið hafnarstarfsmaðurinn sem sér allan reksturinn á höfninni og hann kannski á að sjá viðskiptareikning. Getur séð viðskiptamenn en þá sér hann bara þá sem með viðskiptareikningin höfn. Og svo þetta sett hér á viðkomandi notanda. Núna ég notandinn Væs lausnir. Núna ég með Væs notanda forsniði höfn. Ég ætla að breyta því í grunnskóla. Og fara og taka út bók. Alltaf vídd 1 sem eru deildir. Og vel hér. Ég ætla að taka yfir skatttekjur. Þá hef ég ekki aðgang að því. Því ég bara með aðgang að deild 04211. Þá sé ég ekki neinar aðrar upplýsingar. Og það að svissa þessu tilbaka. Og að lokum ætla ég að fara aðeins í bókhaldslykilinn, afmarkanir. Hér alltaf hægt að afmarka sig við, til dæmis deildir með því að fara, deildir, verkefni, hvað sem takmarka heildarstærðir. Bæti hér við deildarafmörkun, tek öll fræðslumál og það var með hreyfingu bara sem stærra á minna en 0. Og það engin gögn 2018 og ég tek dagsetningarafmörkunina út. Þá sé ég hreyfingar bara á fræðslumál. Gæti verið bara með eina deild. Og svo getum við farið niður í hreyfingar með Ctrl og F7. Hreinsa, ég fór bara eitthvað stærri lykil, hreinsa afmörkun. Og hér þá síðan hægt að afmarka sig líka. Árið, niður á deildir. Og þessar afmarkanir náttúrulega víða hægt að, og síðan þess vegna niður á fjárhagslykla. Og já, svona afmarkanir náttúrulega víða hægt að gera í öllum listum og svo í viðskiptamönnum. Og þá bara segjum við þetta gott í dag. Við erum búin að fara yfir þess víddirnar, hvernig unnið með þær í afmörkunum, hvernig maður afmarka á notanda og hvernig við stofnum deild. Og þá þakka ég bara kærlega fyrir. Bless, bless.